Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 9. október er 17. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er sigrandi trú, auðug fyrir Guði. Í lexíunni er okkur sagt að jarðneskur auður jafnist ekki á við visku og þekkingu. Í pistlinu segir Páll að Guð hafi gefið okkur eina von hann kallaði okkur. Í Guðspjallinu varar Jesús menn við að upphefja sjálfa sig. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt orð, en Páll satt í fangelsi hann skrifaði til safnaðarins í Efesus. Hann skrifar: Ég bandinginn vegna drottins áminni ykkur þess vegna að haga ykkur svo sem samboðið þeirri köllun sem þið hafið hlotið. Verið í hvívetna lítillát og hógvær. Verið þolinmóð, langlind, umbyrið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn, einn andinn eins og Guð gaf ykkur líka eina von. Þegar hann kallaði ykkur. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og Faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er sigrandi trú, auðug fyrir drottni. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Efesus skrifar Páll að kristnir menn verði að rækta samheldni í kirkjunni, vinna í hreinleika og sátt í persónulegu lífi og vera stöðug í baráttunni gegn hinu illa í heiminum, sem reynir að sundra söfnuðum Guðs með innri deilum. Páll er bandingi vegna drottins, það er að segja hann er í fangelsi vegna trúfesti og hlýðni við Guð. Öfugt við almennt viðhorf á fangelsisvist var það honum heiður. Þó fleiri ættu ef til vill á hættu að verða einnig fangelsaðir fyrir trú sína, þá hvetur Páll menn til að haga sér samkvæmt köllun sinni og aldrei er eins mikilvægt og nú að svara mótlæti með hinum kristnu gildum, vera lítillát, hógvær, þolinmóð, langlind og umbera og elska hvert annað. Enda sagði Jesús: á því munu allir þekkja að þið eru lærisveinar mínir, ef þið berið elsku hver til annars. Páll hvetur menn til að lifa í anda Krists. Hann hvetur þá til að leggja kapp á að halda einingu andans, því heilagur andi hafi sameinað alla trúaða í Kristi. Einingin sé mikilvæg því einn er drottinn, einn Guð, sem er Faðir allra, og trúin á hann sameinar okkur, segir hann. Til að eining geti haldist þarf friður að ríkja og friður kallar á umburðarlyndi og þolinmæði, en sundrung og klofningur í fylkingar brýtur niður. Til að forðast það þarf að forðast að láta persónuleg viðhorf vega þyngra en að vinna í friði og sameiningu. Lofa Guð og lyfta upp dýrð drottins. Kapp kosti að vera í einingu, skrifar Páll. Í stað þess að magna upp mismun ætti að vinna að hinum 7 jákvæðu viðhorfum sem grunnur kristninnar hvílir á. Við erum einn líkami. Sama af hvaða kynþátti, lit, þjóðerni, menningu við erum eða hvaða tungumál við tölum, erum við einn líkami í Kristi. Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans þó margir séu eru einn líkami. Þannig er og Kristur. Það er einn andi. Heilagur andi sem dvelur í okkur er sá sami í öllum. Sá er samlagar sig drottni er einn andi með honum. Við höfum eina von. Við höfum öll sömu vonina að lifa í ríki Guðs eilífð. Einn er drottinn,
enda þótt til séu svonefndir guðir, hjáguðir, hvort heldur á himni eða jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar, já, þá höfum við ekki nema einn Guð, Föðurinn sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til, og einn Drottinn, Jesú Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ein trú. Í Júdasarbréfi erum við hvött til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið gefin í hendur. Ein skírn, en merkingin tvöföld. Í fyrsta lagi skírn heilags anda, en Páll skrifar: í einum anda vorum við öll skírð til að vera einn líkami, hvort sem við erum gyðingar eða Grikkir, þrælar eða frjálsir, og öll fengum við einn anda að drekka. Og hins vegar skírnin helgun eða inntöku athöfn hins trúaða, þar sem sá hinn sami heitir tryggð og vilja til að lifa í trú á hinn eina sanna Guð. Sjöunda og síðasta atriðið einn Guð. Sem Guðs barn viðurkennum við einn Guð og Faðir alls, eins og kom fram í pistli Páls. Einn Guð og Faðir allra, sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Hann almáttugur í öllu og öllum samtímis. Þemað sigrandi trú, og með trúfestu okkar erum við sigurvegarar. Hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs, spyr Jóhannes í bréfi sínu. Lexían segir að betra sé að afla sér visku, sína skynsemi, vera hógvær og varðveita breytni sína en að eignast gull og silfur. Því jarðnesk gæði séu ótrygg, auðæfi geti horfið yfir nótt, en andleg viska varir að eilífu eða til enda veraldar. Hinn réttláti staðfastur, tryggur og sveigir ekki að braut sinni, heldur gætir að breytni sinni. En Jesús varaði menn við að hjarta þeirra ánetjaðist söfnun veraldlegs auðs. Hann sagði: safnið ykkur heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð, og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Jesús var ekki að segja að ríkt fólk komist ekki til himins, heldur aðeins að veraldleg auðsöfnun og vinnan við að viðhalda auðnum getur valdið því að menn hafi ekki tíma fyrir Guð eða telji sig ekki þurfa á honum að halda. Í Guðspjallinu hefur Jesús máls á þeirri tilhneigingu mannsins að raða sér eftir virðingastiga. Hann staddur í húsi eins af höfðingjum farisea til máltíðar og höfðu menn gætur á honum. En Jesús hafði gætur á því hvernig boðsgestir völdu sér hefðarsætin. Þrátt fyrir að hann væri sjálfur gestur talaði hann af hreinskilni og sannleika og varaði menn við að upphefja sjálfa sig. Þeir skyldu frekar velja sér óæðra sæti en æðra, því alltaf væri hætta á að þeir yrðu lækkaðir í tign. Við getum lært af þessu. Ef við erum sannarlega lítillát fyrir Guði, getum við aðeins færst í eina átt, og það upp í ríki hans. Og sagan kennir okkur að það sé farsælla að vera leiddur í heiðursæti en að láta það eftir fyrir annan. Jesús var sjálfur lifandi dæmi sjálfsafneitun. Hann lægði sig en var hátt upp hafinn, eins og Páll vitnar í Filippíbréfinu hann skrifar: verið með sama hugafari og Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera líkur Guði. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt í dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann.
Þemað í dag er sigrandi trú, auðug fyrir drottni. Og Páll skrifaði í pistli dagsins að kristnir menn yrðu að rækta samheldni í kirkjunni, vinna í hreinleika og sátt í persónulegu lífi, lifa í anda Krists. Hann hvatti þá til að leggja kapp á að halda einingu andans, því heilagur andi hefur sameinað alla trúaða í Kristi. Sigurinn vinnst síðan með trúfesti. Sá sigrar, skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans frammi fyrir föður mínum og englum hans, segir í Opinberunarbókinni. Einingin er mikilvæg, því einn er Drottinn, einn Guð sem er faðir allra og trúin á hann sameinar okkur. Páll missti ekki trúna þó hann væri fangelsaður fyrir hana, heldur treysti á Guð að það myndi verka til góðs. Lexían sagði að hinn réttláti væri staðfastur tryggur og sveigði ekki af braut sinni, en gætti ætíð af breytni sinni. Guðspjallið sagði okkur að hefðasæti eða jarðneskur auður séu laun sem við njótum í okkar jarðneska lífi, en trúin í hjartanu gerir okkur auðug og upphefur okkur til Guðs. Hún ein opnar hliðið að ríki Guðs á himnum. Þannig sigrar trúin allt. Með trúfesti erum við sigurvegarar. Við trúum á einn Guð, hina heilögu þrenningu sem innifelur Föður, Son og heilagan anda. Fyrir honum erum við öll jöfn og hann krefst hins sama af okkur öllum, að við elskum hann og náungan. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.